Þetta er meira svindlið. Sjá að þið birtuna hann út frá. Þetta er höfuðborgarsvæðið, Reykjavík. Það er bara sól. Það er skammdegið skollið á að fullum þunga, eða svona þannig. Það komið fram í nóvember, nálgast miðja nóvember og svona drilla svona vesen sem jökuldaði. Maður horfir kringu sig núna og ég vona að litirnir komið þokkalega út í myndinni að þetta er svona eins góð og birtan bara hreinlega verður miðjan degi á þessum árstíma á Íslandi. Þannig að ég áttaði mig ekki á þessu þegar ég byrjaði að taka þessi vídeo í sumar að maður er algjörlega svona eins og heitir á góðri íslensku spoiled rotten af birtunni hérna sem er á sumrin því að sko já, það skal pabbi að koma því að á veturna þá er bara engin dagsbirta. Það er voða erfitt alltaf sér að komast í það að taka einhver vídeo og svona sem er að leiðilegt, því mér finnst það voða gaman. Mér finnst það gaman að spjalla við myndavélina. En að þegar skammdegið svona hellist yfir þá er alltaf einhverju sem byrja að tala fyrir svona tilfærslu klukkunar því að við seinkum klukkunni klukkutíma, færum okkur aftur klukkutíma til þess að vinna sem sagt 1 klukkutíma á dagsbirtu á morgnana. Gott og vel, menn segja að þetta hafi einhver svona geðræn jákvæð áhrif, að það sé óbúslega óhollt fyrir okkur að fara á fætur alltaf í myrkri. Það má vera. Ég samt skil ekki hversuna það er eitthvað verra fyrir okkur að vera alltaf að fara heim úr vinnunni í myrkri í staðinn. Akkur ekki fínt að hafa bara smá birtu síðdegis. Ég held að menn tali voða sjaldan þann þátt sem er í rauninni það að ef við ætlum okkur að færa klukkuna, vinna klukkutíma, og vinna klukkutíma að birta á morgni, þá er það klárt að við erum að taka þann klukkutíma af síðdeginu. Við erum að taka þann klukkutíma af útivist barna eftir skóla og heimanámi líkur, útivist fullorðina sem að krefst birtu. Og mér finnst það sömulegis vera óbúslega dýrmætt og ég heyri aldrei einhvern veginn þau rök, eða sjaldan þau rök koma inn í þessu umræðu. Og svona, ég fór að velta fyrir mér hvað þetta væri í rauninni mikið, kíkti á almanakið og svona og skoða þetta. Og ef við tölum það færa til klukkutíma, þá náttúrulega segir sjálft að þetta hefur rauninni bara áhrif á vorin og haustin. Á miðjum vetri og miðjum sumri, að þá náttúrulega er annarkvort bara dimmt hvort þið er eða bjart hvort þið er. Þessi klukkutími hefur ekkert að segja, en sko á vorin og haustin þá er þetta svona það bil sýnist mér, ekki hengja mig fyrir nákvæmlega, en svona 3 til 4 vikur, kannski 23, 4, 5, 6 dagar eitthvað svoleiðis, hvorum megin við. Það sem það tekur í rauninni sólina, þetta er flott hjá mér, 3 til 4 vikur sem tekur daginn að lengjast eða styttast klukkutíma á vorin og haustin. Þannig að það er tíminn sem við erum að tala að þetta myndi hafa áhrif á. Það þýðir samt sko, ég veit ekki, kannski hefur það bara það mikið að segja í þessum geðrænu rökum að það skiptir virkilega máli. En það þýðir líka að við erum að tapa 1,5 til 2 mánuðum af útivistartíma síðdegis á ári. Það er svolítið svona brútalt finnst mér. Alla virka daga sko, ef við erum að gera ráð fyrir því að við séum vinnandi fólk. En já, þetta var alla vangavelta. Ef þið hefðu einhverju skoðun á þessu, þá með þið gætan kommenta fyrir neðan. Nota skilaboðakerfið. Nú bara barnið fara að gráta. Þannig að þið drífið ykkur að læka eða dislæka ef þið eru virkilega ósammála þessu. Ég ætla að fara og sinna þeirri litlu. Þessi unga stúlka hafði bara lítinn áhuga á að vera eitthvað að stika í nýju kuldaskólanum sínum. Hún veit bara að láta keyra sig í vagninu. Er það ekki Áslaug? Já.